Góða kvöldið. Verið hjartanlega velkomin í loftsalinn hér Aðventukirkjuna í Hafnarfirði í kvöld. Hér erum við mætt til þess að hlýða á Björgvin Snorrason sem mun tala um áreiðanleika Biblíunnar í kvöld. Björgvin sem er doktor í kirkjusagnfræði og hefur verið starfandi sem kennari og prestur mun tala til okkar núna í annað skipti og þetta mun alltaf vera eins og við segjum á þriðjudagskvöldum klukkan 8 næstu 7 vikunar. En áður en ég gefa honum orðið þá ætla ég bara að minna okkur á að ef þið eru með síman ykkar að setja þá á hljótt. Það væri mjög vel þegið. Takk fyrir. Góða kvöldið. Gaman að sjá okkur hérna. Velkomin skulið þið vera. Nú bíða þess eftir að ljósin hverfi hérna og fá myndin upp á skjáin. Við ætlum í kvöld að kíkja aðeins á áreiðanleika Biblíunnar og mér langar til þess að stríða okkur öllum pínlítið með innganginum að þessu. En hér sjáum við sólkerfið okkar og reikistjörnurnar sem eru svona næstu nágrannar okkar. Og þegar Biblían fjallar sköpun himins og jarðar, þá hún ekki að fjalla aldur steinsins. Heldur Biblían bara að tala aldur yfirborðsins og gufuhvolsins. Þannig að steinninn sem hnötturinn okkar að mestu leyti búinn til úr, hann getur verið hundgamall. Það veit enginn hvað hann gamall. Þannig að þegar Guð skapar nýtt yfirborð á hnettinum okkar og klæði hnöttin okkar í gufuhvolfið, þá verður til það sem við köllum sjá, á nú að skipta, ég veit ekki af hvernig skiptir ekki. Jú, hérna kemur þetta. Þá ég veit ekki af hverju hann jú, ég held það. Já, það kemur. Það hægt að kippa allir lag. Ef þú athugar hérna töluna til hægri, þá sköpunarsagan eina útskýringin sem til í öllum heiminum varðandi hvernig vikan okkar var til. Af hverju við teljum 7 daga. Það engin önnur útskýring til á tilurð vikunnar nema sköpunarsaga Biblíunnar. Við mennirnir við höfum reynt að búa til 10 daga viku, 2 sinnum, en það einhvern veginn tókst ekki. Það rann út í sandinn. Franska stjórnarbyltingin reyndi þetta og Rússarnir reyndu þetta, en það gekk ekki eftir. Þannig að í hvers sinn sem við hugsum vikuna, þá svona ég ímynda mér að Guð sem skapaði allt á 7 dögum, 6 dögum, að hann svona bros út í annað og segir við okkur mennina, hvernig var nú vikan ykkar til? Það skildi þó ekki að verið að ég væri með fingur í því af hverju dagarnir eru 7. En hvað það? Guð hann skapaði manninn í sinni mynd og þetta gríðarlega falleg mynd finnst mér af manni sem Michelangelo hefur málað og hann býr til þessa skemmtilegu ímynd hérna
af því þegar að Guð mótaði manninn af leiri jarðar og blés anda lífsins í manninn þannig að maðurinn varð lifandi sköpun. Það er það sem stendur í Biblíunni. En á þess að fara neitt ítarlega inn í sköpunarsöguna, þá langar mig til þess að staldra við þetta vers hérna. Því að það skiptir gríðarlega miklu máli. Ef við viljum skilja Guð rétt og treysta því að Guð sé kærleikur. En þessi texti segir að drottinn Guð bauð manninum og sagði: af öllum trjám í aldingarðinum áttu eta eftir vild, en af þekkingartré góðs og ills mátt þú ekki eta, því að jafnskjótt og þú etur af því skalt þú vissulega deyja. Sem sagt, maðurinn fékk leyfi í upphafi til þess að velja hvort hann vildi fara til hægri eða vinstri, beint áfram eða aftur á bak. Guð ákvað ekki fyrir manninn hvaða leið hann valdi. Hann lét það í hendur mannsins, en hann varaði manninn við og sagði: ef þú velur blöndu af góðu og illu, þar að segja, ef þú velur skilningstré góðs og ills, þar að segja blöndu góðs og ills, þá muntu deyja leið. Ekki líkamlega, heldur að innan. Þá verður hugur þinn vondur. Og leið og Adam og Eva höfðu valið að blanda góðu með illu. Hvað haldið að hafi gerst næst? Þau fóru að rífast. Adam sagði: þetta er konunni að kenna. Það er hún sem kom með ávöxtinn. Og konan sagði: nei, ekki mér að kenna. Það er þessi hallari slanga Guð sem þú bjóst til. Þannig að Guð, þetta er í raun og veru þér að kenna að allt er orðið eins og það er. Og frá þeim degi, vinir, höfum við mennirnir verið í stöðugu rifrildi. Og stundum hefur rifrildið orðið svo hrikalegt að við höfum fengið heimsstyrjaldir í kjölfarið. En Guð getur ekki hugsað sér að maðurinn þjóni sér vegna þvingunar. Af því að kærleikurinn, hann þolir ekki að drottna yfir huga annars manns eða konu. Kærleikurinn, hann getur það ekki. Þess vegna sagði Guð við Adam og Evu: þið getið valið. Ég er búinn að benda ykkur á góða leið, en ef þið viljið fara aðra leið, þá er ykkur velkomið að gera það. Og hann eiginlega bætir því við: ég skal leyfa ykkur að lifa lengi til þess að þið sjáið árangurinn af því að velja vitlaust. Og það sem við ætlum þá að gera er bara snögglega heilsa upp á Kain og Abel. Og Jóhannes segir í bréfi sínu að það hafi verið bara ein ástæða fyrir því að Kain drap Abel. Og ástæðan er alveg furðuleg. Það var vegna þess að Abel var góður. Það var engin önnur ástæða. Hann þoldi hann ekki, ef að nota barnamálið, táningamálið, af því að Abel var mömmustrákur sem mátti ekki gera neitt. Þess vegna drap Kain hann. Sjáu þið hvað illskan er andstyggileg. Hún er svo ljót að það var alltaf að orða á því. En þá ætlum við að kíkja hérna á Nebúkadnesar. Hann er orðinn konungur í Babel, eða Babylon eins og við oftast kallum það, og árið er 605 fyrir Krist. Hann fer í 3 herleiðingar gegn Ísrael
og hann skilur landið eftir bókstaflega talað í auðn. Það stendur ekki steinn yfir steini í Jerúsalem. Musterið jafnað við jörðu, Salómonsmusterið, og viðurinn allur brenndur og öll þau kynstur af gulli, silfri og kopar og eðalsteinum sem að Salómon hefði safnað og konungornir og eftir honum. Þetta fór allt í Babylon. En þá það að konungurinn fer að velta því fyrir sér hvernig framtíðin verður. Og þetta eitthvað sem að svona knýr svolítið dyra hjá okkur mönnunum. Hvernig verður morgundagurinn? Hvernig verður þetta með gosið? Fær Bárðarbunga að vera í friði? Eða kemur gos upp þar og flóð? Og það ekki skrítið þá við mennirnir sem að velta því fyrir okkur hvað tekur við þegar að fram í sækir. Og Nebúkadnesar, hann að velta þessu fyrir sér og það stendur hérna að hann að velta því fyrir sér hvað verða myndi í framtíðinni. Og það sem að hann gerir að hann kallar á prestana sína sem eru særingamenn og andatrúamenn og spásagnarmenn, svo kallaðir, og stjörnu spámenn. Og hann segir við þá, nú skulið ráða fyrir mig drauminn. Og þeir segja, þú að segja okkur fyrst drauminn. Nei, segir Nebúkadnesar. Ég man ekki drauminn, ég man ekki eftir honum. Og þeir halda að konungurinn sé að ljúga þessu. En konungurinn fastur fyrir og segir, fyrst segið mér drauminn og svo skal ég segja mér þýðingu hans. Þá fyrst skal ég trúa því að þið séð í sambandi við Guðina, því þið tilbúða marga Guði. Og þeir segja, já en þú veist það Nebúkadnesar að við erum ekki í sambandi við neina Guði. Konungurinn trúi allir sínum eigin eyrum. Þið segist vera prestar og spásagnamenn og ég veit ekki hvað og hvað. Og svo að játa hérna fyrir mér, sjáu í textanum, að þið hafið ekkert samband við Guðina. Hvaðan kemur þá eitthvað þekking? Þetta bara uppspunni úr ykkar eigin huga sem að þið að bera á borð? Og þá það að Daniel hann svo djarfur að hann segir við yfirmann sinn, ég vil fá að tala við kónginn. Daniel hann svona cirka 21 árs gamall. Hann 18 ára þegar hann kemur til Babylon. Búinn að vera í skóla hjá Babylonumönnum í 3 ár og hefur skarað fram úr öllum öðrum. Og hann, þessi stráksi, hann segir, get ég fengið að tala við kónginn? Og Arjók yfirmaður, hann segir, heyrðu, býtu við, hvað ertu gamall? Hvenær útskrifaðist þú? Hvað hefur þú fram að færa? Og hann segir, í raun og veru ekki neitt. En leyfðu mér að tala við minn Guð. Og ég ætla að gá hvort að hann vilji segja mér drauminn og þýðingu draumsins. Og einhverjum undarlegum ástæðum, sennilega hefur stráksi komið vel fyrir, að þá segir konungur við hann, ég skal gefa þér frest. Og hann ekki bara að biðja frest til að segja konungi drauminn og þýðingu hans, hann líka að biðja frest til þess að vinir hans verði ekki teknir af lífi. Því að þeir voru stjörnuspekingar og prestar og spámenn í hirð konungs. Og konungur var búinn að heita þeim, ef þið segir mér ekki drauminn, þá drepi ég ykkur alla. Það var ekkert öðruvísi heldur en það að gerast hjá Ísis í dag. Og Daniel gat ekki hugsað sér að vinir hans eru teknir af lífi, svo hann leyfir sér að fá tækifæri til að hitta konung og síðan það að hann og vinir hans biðja Guð að fá svar við því hvaða var sem að konung dreymdi.
og hann fær þetta svar. Og þetta kannski eitt af þeim merkilegustu spádómum sem til í Biblíunni. Vegna þess að spádómurinn, hann svo einfaldur að barn í barnaskóla, þar sem ég líka hef kennt, skilur þennan spádóm. Og Daniel segir við konunginn: þú sást líkneski, mjög stórt og yfirtaksljómandi. Höfuðið var úr gulli, brjóst og armleikir af silfri, kviður og lendar af eir og lærin úr járni og fótleggirnir sums kostar af járni og sums kostar af leir. Þetta draumurinn, segir Daniel. Og konungur man þá að þetta var einmitt það sem hann dreymdi. Og þá það að Daniel segir við hann: þú, konungur, ert gullhöfuðið. Þú ert fyrsta ríkið af þessum 5 sem að spádómurinn að fjalla um. Þú ert fyrsta ríkið. Og konungur náttúrulega mjög ánægður með það að hann skuli vera bæði fyrsta stórveldið af komandi stórveldum og að hann skuli vera borinn saman við gull. En það sennilega vegna þess að réttlætið, þrátt fyrir heiðnina, var það mikið að Guð leyfði þessum konungi að taka í sína eigin þjóð, sem var orðin óguðlegri þrátt fyrir þekkingu sína, heldur en hinn svokallaða heiðna Babylon. En Daniel verður því miður að hryggja Nebúkadnesar með því að segja við hann að eftir þig kemur annað ríki. Og það verður minniháttar, og við vitum að það voru Medar og Persar sem lögðu undir sig Babylon árið 539. Og þeir sem fóru fyrir her Meda og Persa, það voru Dareios, Medin Dareios, sem heitir líka Gubaru á sínu móðumáli, og Kýrus fór fyrir hernum. Þannig að þetta rættist meira segja meðan að Daniel enn á lífi. Síðan átti 3. ríkið að koma, og það myndi drottna yfir allri veröld. Það myndi sem sagt verða mun stærra en hinn sem eru til á undan, og þetta 3. ríki Grikkland. 4. ríkið, það þá nokkuð langt í að það verði til, en það verður til frá árinu 264. Þetta eru púnversku styrjaldirnar svokölluðu við Karþagómenn sem að Rómverjar háðu, og svo tóku þeir Antíokus hinn mikla 190 og stigu þá í fyrsta sinn á land í Litlu Asíu. Þannig að hér eru komin 4 ríki, og af hverju get ég ekki reitt mig á áreiðanleika Biblíunnar ef hægt að spá fyrir með slíkri nákvæmni eins og við höfum núna verið vitni að? Af hverju þá ekki hægt að reiða sig á Guðs orð? Og þetta ekki eini spádómurinn í Biblíunni sem hefur ræst upp á millimetr. Það eru margir aðrir. Og það sagði mér einu sinni vinur minn í Noregi mér frá því að einn af prestum okkar, hann nefndi hann ekki á nafn, hann var með svona opinbera fyrirlestra upp í Þrándheimi, og þar var blaðamaður í hópnum til þess að hlusta, og hann var að fara yfir Daniel 2 eins og við erum að gera núna, og þá segir hann svona, þessi blaðamaður á eftir við prestinn: rosalega þetta einföld mannkynssaga.
Og þetta passar allt við sögu okkar heims. Já, sagði hann, það er ekki flóknar en það. Gullhöfuðið var sem sagt Nebúkadnesar og Kýros, getur við sagt, var sá sem að lagði hornstein að Meda og Persaveldi sem var gríðarlega stórt, og sá þriðji er Alexander mikli, og mér skilst að allir hershöfðingjar eftir hans daga hafa öfundað hann að því að verða þessi mikli hershöfðingi. Meira að segja Júlíus Sesar öfundaði hann og Patton, ameríski hershöfðinginn. Allir vildu verða eins og Alexander mikli. Og fjórða ríkið er rómverska keisaradæmið og Ágústus er þá fyrsti keisarinn. Þannig að þessi einfaldi spádómur, það rættist upp á millimetr. Og það eru margir sem að hafa notað trúverðuleika þessa spádóms sem hjálpti þess að reiða sig á allt annað sem stendur í Biblíunni. Og láta þá hluti sem að maður skilur ekki nógu vel bara eiga sig. En það sem að er einfalt og skiljanlegt, það ætti að hjálpa okkur til þess að treysta því að höfundurinn á bakvið þetta orð er Guð sjálfur. En þá komum við að fótleggjunum og tánum. Og hér á sér stað blanda af leir og járni. Mjög óskyldir hlutir í raun og veru. En það var hægt að blanda járninu við leirin eða öfugt vegna þess að leirin var mjúkur. Það stendur í textanum að þetta hafi verið deigulmór, leirin, og þá er hann mjúkur, áður hann verður að steintaugi og harður. Þannig að við getum alveg blanda járni við mjúkan leir. En þegar að leirin harðnar, að þá losnar hann frá járninu, því að þetta er svo óskild efni í raun og veru. Og það sem gerist hérna er að maðurinn, hann blandast við sjálfan sig. Þessi texti hérna er mjög misskilinn og illa þýddur í flestum tilfellum. En ef þú myndir lesa hérna The Critical Commentary, hinn gagnrýnda biblíuútskýring á Danielsbókinni, að þá eru þeir sammála að það sem þessi text er að segja okkur hérna er að hér á sér stað tengsl milli óskyldra aðila vegna þess að gifting á sér stað. Eins og til dæmis þegar að Salomon vildi semja við konung Egypta, þá giftist hann dóttur Egypta og blandaði þannig sínu sæði við sæði Egyptana til þess að friður ríkti á milli ríkjana. En samt voru alltaf í gangi endalausa deilur. Og þegar hann var að semja við aðrar þjóðir, blessaði kallinn hans Salomon, þá hrúaði hann til sín hverju prinsessunni eftir aðra, og ég man ekki hvað konurnar eru margar, hvort það voru 300, en í allt voru það yfir 1000. Þannig að hann hefur haft nóg að gera, blessaði kallinn. En það er það sem textin er að segja við okkur, að hér eru óskyldir aðilar að blandast hvor öðrum án þess í raun og veru að vera sammála útkomuna. Og það sem gerist er það að ríkisvaldið fer að semja sig að kirkjuvaldinu. Og það byrjar árið 313 þegar að Konstantín leyfir kristnumönnum að njóta sömu réttinda í ríkinu eins og hinu heiðnu. En 10 árum áður undir Domitian að þá hafði ríkt því lík ofsókn að það er bara hreinlega ekki hægt að líka því við neitt annað. Svo kemur bara skyndilega eins og hendi sér veifað að henni kristnu hafa sama tilverurétt og heiðingjarnir. Og fyrsta kirkjuþingi sem var í Níkeu 324, ef ég man það rétt, þar situr hann í forsæti.
þessi heiðni keisari. Hann þykist vera kristinn en í raun og ekki kristinn vegna þess að aðal guð Konstantínusar var Apolló og það sólarguðinn og hann samdi sérstök lög varðandi tilbeiðslu á sólinni. Og svo það að Theodosius, býtum við, ég ætla ekki að fara alveg strax, svo það að Theodosius gerir kristna trú að ríkistrú og bannar alla heiðni, eitthvað sem að kristnimenn í raun og veru sannkristnimenn, ef ég má orða það þannig, tók ekki mál. En prestastéttin og yfirstétt prestastéttarinnar var bara orðin það spillt og það hungruð í völd að þeir sættu sig við það að keisarinn væri þeirra hægri hönd. Og þá komum við að Hlöðvík. Við vitum ekki nákvæmlega hvenær hann gerðist kristinn og tekur skírn, en konan hans var kaþólskrar trúar og hann átti í baráttu við Alemanniana, sem eru bara Þjóðverjar, og þá það að hann ákallar hinn kristna Guð og segir: ef þú gefur mér sigur yfir Alemanniunum, þá mun ég gerast kristinn. Hann fékk sigurinn og stóð við sín orð og tók skírn. Og 508 þá það að Hlöðvík gerist nokkurs konar keisari í Vestur-Rómverska ríkinu og leggur hornsteininn að því sem kallast hið heilaga rómverska keisaradæmi. Hefur nokkuð tíðan hugsað út í það að hverju ríki Hitlers kallað þriðja ríkið. Það vegna þess að hið heilaga keisaradæmi sem að Hlöðvík lagði hornsteininn að, það fyrsta ríkið. Svo kemur ríki nr. 2 undir Vilhjálmi I og öðrum frá 1871 og það til að fyrri heimsstyrjöldinni lýkur. Þess vegna heitir ríki Hitlers þriðja ríkið, því hann ætlaði að stofna heilagt þýskt 1000 ára ríki með aðstoð kirkju og klerka fyrir utan sinn eigin her. En svo það Justinianus sem að kemur hér inn snemma á 7. öld og hann gerir hinn kristnu lög kaþólska kirkju jafn rétthá eins og hinn borgarlegu lög. Þannig að nú gat kirkjan dæmt þig fyrir að hugsa vitlaust. Ekki bara fyrir það að gera eitthvað rangt, heldur að hugsa rangt, það að segja öðruvísi en kirkjan vildi að hugsa þér. Og þetta verður auðvitað broddurinn af því að kirkjan fer að ofsækja sín eigin börn og við fáum það sem við köllum rannsóknarréttinn, á þess að við séum að eyða tími í það núna. Og hér höfum við svo Karl Mikla sem einn af fyrstu svokölluðum keisarum hins heilaga rómverska keisaradæmis. Og þegar hann var að kristna Saxa, til dæmis í Verden í Norður-Þýskalandi, þá skýrði hann á einum degi 4500 Saxa eftir að hann var búinn að hóta þeim lífláti ef þeir tæki ekki kristna trú. En þegar hann var búinn að láta það skýra þá voru allir hálshöggnir. Og Danirnir, þeir lokuðu sínu landamærum til þess að Karl kæmist ekki þangað. En kirkjan hérna, kaþólska, hún sem sagt rennur í eina sæng með ríkisvaldinu. Og svo stendur hérna að það mun koma að því að kirkjan og ríkisvaldið, því heila rómverska keisaradæmi, það klofnar hvort frá öðru. Og það gerist þannig að franska stjórnarbyltingin, hún tekur páfann til fanga og fangelsar geysilega mikið af prestum og gerir eignir kirkjunnar hirðir þær bókstaflega. Og það sem meira er að
Napóleon, hann rekur svo smiðsækið og allt saman og leysir upp við heilaga rómverska keisaradæmi. Þannig klofnar kirkjan frá ríkisvaldinu og við fáum tímabil upp á 200 ár þar sem að kirkja og ríki ekki eru í einni sæng. Og Jóhannes Páll annar, hann talar að þessi aðskilnaður, þessi klofningur sem kemur þarna, að hann kallar þetta óvirkni kirkjunar. Enska orðið sem við notaði í þessari bók eftir Malachi Martin sem jesúíti, að hann notar orðið passivity, það að segja eitthvað sem passíft, það að segja óvirkt. Og Jóhannes Páll annar sagði, ég skal út úr þessari óvirkni og inn í pólitíkina aftur. Og þið sjáu hvað spádómurinn einfaldur. Mjög óskyldir hlutir blandast og gangi í eina hjónasæng, eins og leir og járn. Og þetta endist í 1290 ár, 1260 ár, en þá klofnar þetta frá hvort öðru. Og Opinberunarbókin kallar þetta banasár kirkjunar og meðan að páfinn kallar þetta óvirkni kirkjunar. Og það sem svo merkilegt við þetta það að spádómurinn segir að þó svo að þessir óskyldu hlutir eins og leir og járn klofni frá hvort öðru, þá mun þetta aftur sameinast. Og Alistair McGrath, hann talar hann prófessor við Oxford Háskóla, hann talar að þetta tímabil upp á 200 ár sé óvirkni kirkjunar í pólitískum málum. En eftir þessi 200 ár þá kirkjan komin inn í pólitíkina á fullu. Og það sem gerist, hérna tilvitnun í þennan McGrath, en ég má ekki eða tími það. Það sem Jóhannes Páll annar gerir að hann semur við Reagan, Ronald Reagan. Og þeir hittast í Vatikanbókasafninu hérna á mánudegi, 7. júní 1982 og eru sammála það að knésetja Sovétríkin vegna þess að þau eru antikristur. Og þau standi í vegi fyrir því að kirkjan geti stofnað 1000 ára ríki á jörðinni. 1988 hafði Jóhannes Páll annar komið í Evrópuþingið og beðið þingið alveg sérstaklega að færa sér kristna Evrópu sem myndi verða leiðarljós fyrir allan heiminn. Og hér hann að semja við Reagan að losa heiminn við kommunismann. Og það merkilega að sjálfur Gorbachev segir að Jóhannes Páll annar hafi gegnt lykilhlutverki varðandi það að knésetja hérna Sovétríkin. Og okkur finnst þetta ótrúlegt, en sjáu þið hérna. Hér Jóhannes Páll annar, sjáu þið þennan gríðarlega mannfjölda sem komin hér saman. Og Jóhannes Páll annar fær heiðurinn fyrir það að Berlínarmúrinn féll. Sovétríkin liðin til lok á jóladag 1991. Antikristur dauður. Nú tækifæri kirkjunnar til þess að stofna eilíft friðaríki á jörðu sem Frjáls verslun kallaði kannski fjórða ríkið. Og þessi vinur okkar, hann segir hér í viðtali, já, það nú bara eins og þannig að öll stórveldi þau liðin til lok. Og spádómurinn endar á endurkomu Jesú Krists. Og þegar maður fer yfir þetta, auðvitað getum við eitt miklu meiri tíma í að fara yfir smáatriðin. Bara fall Sovétríkjanna eitt út af fyrir sig langur fyrirlestur, en við höfum bara ekki tíma til þess auðvitað í kvöld. En nú erum við búin að fara yfir þennan spádóm stórveldin sem að koma myndu frá og með tíma Nebúkadnesars og alveg fram á okkar tíma.
og hvernig ólík efni blönduðust og mynduðust stórveldi, 5. stórveldið, sem fékk sitt banasár, þökk sér frönsku stjórnarbyltingunni og Napóleon. Og svo kirkjan aftur komin inn í pólitíkina og hún veldur því að Sovétríkin hrynja. Og Stalin hafði einu sinni sagt við kaþólsku kirkjuna: hvernig ætlið þið að vinna sigur á okkur? Hvar eru skreytrigarnir ykkar? Hvar eru flugvélarnar ykkar? Hvar eru framvarðasveitin? Og hvað átti hann að segja? Páfinn. Hann yppti öxlum. En hverjir urðu framvarðasveit kirkjunnar sem gerði það verkum að Sovétríkin hrundi að lokum? Samstaða í Pólandi. Og hvað gerðu hermenn samstöðu? Þeir lágu á bæn. Þetta allt, þú getur lesið þetta allt í blöðum frá þeim tíma. Newsweek, Time og hvað þau heita. Economist og öll þessi blöð. Og þessi spádómur hann hefur gengið svo eftir að mann furðar að þetta skuli geta verið svona einfalt en samt satt og áreiðanlegt. Bara fáein orð Nebúkadnesar. Hann verður sem sagt konungur eftir föður sinn, Nabópolassar, árið 605. Og lengi var það því haldið fram að hann var ekki til, þessi Nebúkadnesar, en svo hafa fundist annálar Babýlonar, svona leirtöflur, sem segja okkur ekki bara frá því að Nebúkadnesar hafi verið til, heldur líka hvenær hann gerðist konungur, 7. september 605, þá verður hann konungur og þetta stendur allt í annálum við Babýlonar. Og þessi D.J. Weissman, sem hún sér hérna, hann situr í breska safninu og les þessar leirtöflur alveg eins og þú lest Moggann. Og þannig að konungurinn var til og hér verið að segja frá seinni herferð Nebúkadnesars til Babýlonar, til Ísrael segi ég, ætti ég nú að segja. Og svo hérna merkileg yfirlýsing í Daníelsbókinni. Nebúkadnesar, hann segir: þetta ekki sú hin mikla Babýlon sem ég hef byggt? Og lengi vel hlógu menn að því að Nebúkadnesar, í fyrsta lagi átti hann ekki að vera til og í öðru lagi átti hann alls ekki að vera einhver byggingameistari. En svo bara komu leirtöflurnar í ljós og ekki bara þær heldur svo kallað Ístarhliðið, en hér aðal guð Nebúkadnesars, allavega þar til hann gerðist kristinn, guðinn Marduk, samansettur úr mörgum dýrum. Og Nebúkadnesar var dálítið hreykinn af sjálfum sér og kallaði borg sína hornstein allra landa og nafla alheimsins. Það ekkert skrítið þó að hann hafi verið mikill byggingameistari. Þú sér hérna að það eru til í borginni 53 musteri, 955 helgidómar, 384 götuölturu. Það til sumarhöll, miðhöll, svifgarðar, menningarmiðstöð og turnin mikli hérna í bakgrunnum og svo musteri sem við sjáum hérna litla mynd af. Þannig að það ekkert skrítið þó að hann hafi litið á sjálfan sig sem mikinn byggingameistara. Hann byggði þessa svokölluðu svifgarða sem enginn veit auðvitað hvernig lit út, vegna þess að konan hans kom úr fjalllendi og þoldi ekki láglendi þarna í kringum Babýlons og hann byggði bara fjallhandinni með öllum þeim gróðri sem að hugsa skatt. Og þið sjáu hérna stærðina á þessu Ístarhliði. Og hér á veggnum, þú getur farið til Berlínar ef þú kannt að lesa fleirúnir og lesið það sem að Nebúkadnesar að grópast af sjálfum sér og allt það sem hann hefur byggt. Þannig að það aldeilis búið að fletta hulun af því að hann var þessi mikli byggingameistari sem Daniel talaði Þú sér að Daniel átti að hafa skrifað bókina sína svona einhvern tímann í kringum 200 fyrir Krist. En þá var bara ekki öll svo þekking sem að stendur í Danielsbókinni til staðar, það er hins sögulega þekking.
og hún kemur öll frá 600 og árunum þar á eftir. Og þessna var Nebúkadnesar, hann var gleymdur og tröllum gefinn og enginn trúði því hann væri til. En þessar leirtöflurnar og þessi áletrun á Ístar-hliðinu staðfesta fyrir okkur að Nebúkadnesar virkilega var til og hann var byggingameistari. Þannig hefur fornleifafræðin stutt við áreiðanleik Biblíuna, ekki bara í þessu tilliti heldur í mörgu öðru tilliti. Og auðvitað átti Belsasar, sem var þá afkomandi ekki beinn sonur Nebúkadnesar, að hann átti heldur ekki að hafa verið til. En svo fannst ljóð hérna í þessum þreppíramíta í Úr í Kaldu, þaðan sem Abraham kom. Og þar Belsasar falinn guðunum Bel og Nabonidíus, sem faðir hans, að biðja guðunum að vernda hann og gefa honum heill í framtíðinni. Þannig allt í einu Belsasar líka til og hann átti náttúrulega alls ekki, ef hann væri til, eða hefði verið til, að vera konungur. En svo bara koma leirtöflurnar og það meira að segja pabbi hans sem að skrifar þetta og segir að hann hafi falið elsta syni sínum bæði herbúðir og konungdæmið til varðveislu. Og þess vegna hann konungurinn þegar að Darius og Kýrus koma til þess að leggja undir sig borgina. En sjáu þið hérna, 150 árum áður en Belsasar heldur þessa miklu veislu, sennilega hann að halda upp á það að hann sé nýorðinn konungur. Við vitum það ekki nákvæmlega. Hér segir Jesaja spámaður 150 árum áður Belsasar: hjarta mitt ringlað, skelfing skyndilega yfir mig komin. Nú nótt nautnanna. Það að segja að þetta var rosaleg fyllirísveisla hérna sem gerði það að verkum að það voru sótt svona gullbikarar sem að stolnir hefðu verið úr musterinu í Jerúsalem og þeir voru notaði til þess að drekka úr, til þess að segja við guð himnanna, Marduk, guð Babylónar, og Bel, guð Babylónar, æðri guði himnanna. Og þannig hættust mennirnir að guði og á þessari nóttu þarna. Og það eru medíumenn sem að koma á samt elamítum. Þeir eru hérna. Og skyndilega þá sér Belsasar hönd sem að skrifar á vegginn og hann verður svo ofboðslega hræddur að hann skiptir lit í andlitinu og hugsanir hans skelfa hann, mjaðmaliðirnir ganga bókstaflega í sundur og hnén hans skulfu eins og lauf í vindi. Og þá það að hann biður særingamennum að segja sér hvað þetta merki og enginn getur það og þá það að Daniel kemur og útskýrir fyrir honum það sem að stendur þarna. Og þessi Weismann sem ég nefndi áðan sem situr í breska safninu og að lesa leirtöflurnar, hann hefur bent á að þessi veggur hérna sem þá endurteiknaður miðað við rústir sem að lágu hérna, að þetta veggurinn þar sem að Guð skrifaði með fingri sínum. Mene, Guð hefur talið ríkisráð þín og leitt þau til enda. Tekel, þú ert veginn á skálum og léttvægur fundinn. Ríkið þitt deilt og gefið Medum og Persum. Vinir, svona sláandi uppfyllingar á spádómum ætti að fá okkur til að treysta því að Guðs orð fer með rétt mál. Og hér höfum við tvo sakrítara, tvo gríska, Herodótus og Xenofón, og þeir staðfesta að það hafi verið gríðarleg veisla í gangi þegar að Babylon féll. Og annálar Nabonidusar, það að segja föður Belsasar, hann lagði á flótta til Borsippu sem var borg í nágrennu, en síðan gafst hann upp fyrir Medum. Og þannig að hann staðfesti líka, faðir Belsasar, að það voru einmitt Medar og Persar sem komu og lögðu undir sig borgina.
og allt þetta var skráð fyrirfram. Ég ætla ekki að eyða tíma í að fara yfir þetta nafn hérna, Daríus, því að hann meti, en í annálum Nabónídusar talað hann sem Gúbaru og hann var þessi Daríus metinn sem var konungur. Ég kem með þetta bara til þess að sýna ykkur fram á þennan áreiðanleik Biblíunnar. Og hér í Jesaja Kýrus nefndur með nafni og að hann muni leyfa þjóð Guðs að snúa aftur heim til Ísraels 150 árum áður hann fæddur. Og ég alveg viss að Kýrus, þegar Daniel kemur til hans og segir honum frá þessum spádómi, þá trúir hann ekki sínum eigin eyrum og augum að það geti verið að til hafi verið Ísrael spámaður sem nefndi hann með nafni 150 árum áður hann fæddist. Hvernig má það vera? En Kýrus allavega brást vel við og leyfði Ísraelsmönnum að fara heim aftur eftir 70 ára útlegð, og hann leyfði líka föngum frá öðrum þjóðum að fara heim til sinna landa með sína guði og tilbiðja þá eins og þeim sýndist. Og hér okkur sagt frá því að þeir leggja undir sig borgina 12. október og Kýrus kemur inn í borgina 29. október, svona í skrúðgöngu, hann búinn að leggja hann undir sig. En Kýrus tekur ekki nafnið konungur Babylóna fyrr en að Daríus dáinn, þar að segja rúma árið seinna. Ástæðan fyrir því að nefna þetta bara til þess að sýna ykkur áreiðanleika ritningarinnar, hvernig hún vitnar sig og hvernig fornleifafræðin og sagnfræðin bera Biblíunni vitni það að hún sé áreiðanleg. Svo komum við hérna að spádómi sem bæði hrífandi en leið dramatískur. Hann að finna í Daniels bók og 9. kafla, og þar fær Daniel að vita það að þjóð hans frá ákveðinni dagsetningu muni einungis fá 490 ár til ráðstöfunar. Þegar þau ár sé á enda, þá muni Guð ekki vegna þess að hann vill það sjálfur, heldur vegna þess að þjóðin hefur hafnað syni hans og afneitað honum, þá mun þjóðin uppskera það sem hún hefur sáð og falla í hendur óvina hers og líða undir lok sem þjóð. Við komum að því seinna. Þannig þetta svona endur byggð Jerúsalem eins og verkfræðingar hugsa sér að þetta hafi verið á tíma Jesú. Við sjáum hérna musturshæðina, hvers konar gríðalegt mannvirki þetta hefur verið. Og fyrir Daniel að fá að heyra það að þjóð hans sé einungis ætluð 490 ár til þess að lifa, það hlýtur að hafa hrellt hann mikið. Hér sjáum við stórkostlega lýsing á því til hvers Jesús kom í þennan heim. Hann kom til þess að stöðva allt lögleysi. Og við munum eftir því að Adam og Eva fengu að velja hvort þau vildu lögleysið eða beygja sig undir lög Guðs. Þau völdu lögleysið sem blanda af góðu og illu. Og Kristur, hann kom í þennan heim til þess að binda endi á allt lögleysi. Og hann gerði það þegar hann dó á krossinum. Þá leið innsiglaði hann því miður, þetta orð hérna svolítið erfitt fyrir okkur mennina, því að við erum stundum ekkert annað en vani. En Guð hjálp okkur ef við höfum vanið okkur á eitthvað ljótt og viljum ekki losa okkur við það, það ekki skynsamlegt á okkur að gera það. Kristur kom til þess að friðþægja fyrir misgjörð. Hann kom til þess að friðþægja fyrir vana syndina, til þess að losa okkur undan valdi hennar. Og hann kom til þess að leiða fram eilíft réttlæti og til þess að staðfesta að allar vitranir
og allir spádómar spámannanna, þeir eru réttir, og hann staðfesti þetta allt saman og innsiglaði það. Og svo vígði hann hið allra helgasta, það er að segja musterið á himnum. Og hér er dálítið skemmtileg yfirlýsing. Hér er okkur sagt fyrirfram hvenær Messías muni koma. Nákvæmlega hvaða ár Jesús muni koma og fæðast inn í þennan heim. Og það verður þegar að konungleg skipun endurreisn Jerúsalem gengur út. Við munum eftir því á tímum Daníels, þá var musterið rústir einar, öll Jerúsalem rústir einar, og allt landið lá bókstaflega talað í auðn. Og þessna skildi Daníel þetta mjög vel að þetta lofar hérna að aftur mun Jerúsalem rísa upp og verða sjálfstæð borg og leiða þjóð Guðs fram á við. Þannig að við þurfum til þess að skilja textan, þá þurfum við að vita aðeins tímann þegar Daníel skrifar þetta. En hér fær hann að vita nákvæmlega hvenar Jesús muni koma inn í þennan heim. Og það er samkvæmt skipun Guðs, Ísraels, Kýrusar, Daríusar og Artaxerxes Persakonungs. Og hvenar var þessi skipun gefin að endurreisa Jerúsalem? Jú, okkur er sagt að það eigi ekki bara að endurreisa múrana og húsin og musterið, heldur eigi borgin aftur að fá dómsvald og framkvæmdavald, en löggjafarvaldið verður áfram hjá Guði. Og þessi skipun að þeir megi gera þetta, hún kemur frá það er Artaxerxes sem kemur með þessa skipun til Esra, sem fer með skipunina til Jerúsalem, og það er á 7. ríkisári Artaxerxes konungs. Og það er tvíteki hérna að þetta sé á 7. ári sem að Esra kemur með þessa skipun endurreisn borgarinnar til Jerúsalem. Og frá þeim tíma getum við reiknað út hvenar Jesús kemur og inn í þennan heim. Og hér er bara svona yfirliti við þetta, við keyrum fram hjá þessu. En 7. ár Artaxerxes er árið 457 fyrir Krist. Og þetta er staðfest af persneskum heimildum, egypskum heimildum og tímatali Ptólemæosar, sem er talið mjög áreiðanlegt. Þannig að við vitum upp á millimetr hvenær þetta 7. ár er. Hér sjáum við Artaxerxes í röð konunga Meda og Persa, og frá því að þessi konunglega tilskipun endurreisn Jerúsalem útgekk árið 457, þá eiga að líða 7 sjöundir og 62 sjöundir þangað til að Messías kemur. Og hér er hvert ár spámanlegu, eða hver dagur spádómsár. 7 sjöundir eru því 49 ár og 62 sinnum 7 eru 434 ár, og þetta gerir þá til samans 483 ár. Og svo verðum við að bæta hérna einu nulli við, því að þegar við förum yfir frá fyrir Krist til eftir Krist, þá verðum við að taka nulli með, skal sýningu það betur á eftir. En það sem spádómurinn segir hérna er að frá því að þessi skipun er gefin út 457 muni líða 484 ár þangað til að Jesús kemur. Og ef þú tekur þetta inn í myndina með 0 árið, þá átti Kristur að birtast árið 27, og það gerðist upp á millimetr. Vegna þess að hér segir að á 15. stjórnarárið Tíberíusar keisara, og svo kemur hérna heilmikil upplýsing hverjir ríkja þá. Og ef við athugum tímatalið, Ágústus hann deyr árið 14 eftir Krist,
og við notum ekki rómverska tímatali, við notum hið gyðinglega tímatal, og þegar að 15 ár eru liðin af tímabili Tíberíusar, þá átti Kristur að koma. Og það er nákvæmlega þá sem að Kristur er skírður, freistað í eyðimörkinni, er við brúðkaup í Kanan og heldur páskahátíð. Þetta er svo ótrúlega nákvæm uppfylling á spádómnum að maður stendur gjörsamlega agndofa gagnvart þessu. Hérna er bara endurtekning á þessu sama, að 15. ár Tíberíusar er árið 27, því sjáu þetta skarast aðeins hérna, af því að Rómverjarnir reikna sitt ár frá áramótum til áramóta en gyðingarnir frá hausti til haust. Þess vegna skarast þetta svona aðeins. En þetta gengur alveg lygilega vel upp. Aðeins árið 0. Þegar við töldum 1998, 1999, þá hoppuðum við í raun og veru yfir árið 2000 vegna þess að við teljum það vera fyrsta ár þessara aldar, en það var í raun og veru síðasta ár síðustu aldar. Vegna þess að þegar þú telur upp á 10, þá endar það ekki á 9 og byrjar svo á 1. Þú verður að segja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 árið er 10, það er tugurinn, og svo byrjar að telja aftur 1, 2, 3, 4. Þannig að 2001, það var fyrsta ár okkar aldar í raun og veru. Og þess vegna bætum við 0 árinu við þegar við förum frá tímabilinu fyrir Krist og þangað til eftir Krist. Og Jesús segir sjálfur hérna, tíminn er fullnaður. Það er að segja, spádómstími Daniels er rætt, hann hefur ræst, og Guðs ríki er í nánd, það er að segja, það er 3,5 ár frá þessum tíma, árið 27, þangað til að Jesús deyr á krossinum, en þá leggur Jesús hornsteininn að sínu ríki. Með dauða sínum og upprisu þá leggur Jesús hornstein að sínu ríki sem er andlegt eins og en verður bókstaflegt þegar hann kemur aftur og þá skapar hann nýjan himinn og nýja jörð. Og það sem Jesús segir hérna, hættið ykkar vondu verkum og trúið á fyrirgefninguna, og þá munu þið verða þegnar í mínu ríki. Svo einfalt er það að verða þegn í Guðs ríki, það er það að taka við fyrirgefningu Jesú Krists. Og eins og Jesús segir hérna, það er stutt í að það verði til, því að innan skams gef ég líf mitt á krossinum. Og hér kemur spádómur frá Daníelsbókin 9. kaflanum, að eftir þær 62 sjöundir sem við erum búin að fara yfir, mun Messías afmáðu verða og enginn stendur honum við hlið. Það er að segja, eftir árið 27, þá kemur að því að það er bara 1 sjöund eftir af þessum 7 sjöundum sem eru 490 ár, og þá mun Kristur deyja. Hann mun deyja sem sagt miðja sjöundina, og þá mun hann afnema sláturfórn og matfórn í musturinu, og leið mun hann stofna sitt eigið ríki. Hér getum við séð þetta. Hérna er árið 27 og svo kemur hérna árið 31. Það er árið sem að Kristur er krossfestur, og það er miðja sjöundina. Hér sér þessar síðustu 7 sjöundir, og það er að segja, frá því að Jesús er skírður og þá til hann deyr á krossinum líða 3,5 ár. Og svo talar spádómurinn eyðingu Jerúsalem, og hún kom ekki vegna þess að Guð vildi það. Heldur höfnuðu Ísraelsmenn Guði sínum með því að krossfesta son hans, og Guð leyfði þjóðinni samt að hafa sinn tíma, en árið 70 kom, þegar að Títus lagði undir sig Jerúsalem og þeir kveiktu í musturinu, og svo kom Hadrian og lauk við þessu eyðileggingarstarfi árið 135. Og þar með hafði öll þessi smá atriði í Daniel 9 ræst. Og hvernig má það vera að einhver geti skrifað svona 600 árum áður en það gerist?
og jafnvel 2600 árum áður en að hlutirnir gerast, eins og með banasár kaþólsku kirkjunnar, þegar að hún ekki lengur nýtur hins veraldlega valds til þess að styðja sig og gera það sem hún vill. Hver getur spáð fyrir hluti sem að gerast eftir 2600 ár nema Guð einn? Og þetta allt ætti að segja okkur að stundaglas Guðs í Biblíunni, það alveg ótrúlega nákvæmt. Við ætlum að bara stikla á stóru núna. Hér spádómur í Upprunabókinni múslimana. Og hér segir að þeir munu fá 541 ár og 15 daga til þess að verða að stórveldi og síðan mun stórveldið líða undir lok. Og spádómurinn talar 15 mánuði, það að segja hver dagur 1 ár sem gerir þá 150 ár. 1 ár eru 360 dagar eða 360 ár. Spádómurnir, þeir tala daga í staðinn fyrir ár. Og hálf stund, við getur reiknað út hálfa stund með því að deila 24 tímum í 360 daga. Það lengdin á spádómsárinu. Þá farið út þennan hálfa mánuð. Og hér sérðu stórveldi Ottómananna sem að fóru fyrir múslimunum frá árinu 1299. Og þú sér þessa gífurlegu útbreiðslu hérna, all Norður Afríka, Egyptaland og Súdan og Sómalía hérna, svo Arabíuskaginn hérna, Tyrkland, Litla Asía, alveg hérna Íran og Afganistan og svo langt inn í Evrópu, allan Balkanskaga. Þannig að þetta var gríðarlega voldugt, mikið stórveldi. Og þetta rætist upp á millimetr því að 27. júlí 1299 til 11. ágúst 1840 eru nákvæmlega 541 ár og 15 dagar. En svo lengi átti ottómanska heimsveldið að fá að vera til. Og hér okkur sagt frá því hvernig þetta allt byrjaði 27. júlí og heimildin hvorki meira né minna en sjálfur Gibbon, einn af stærstu sagnfræðingum fyrr og síðar, sem að fjallar þetta, stofnun Ottómana stórveldið. Og þetta í raun og veru, getum við sagt, síðasti höfðinginn. Það þó langt í það að það algjörlega verði að engu, en frá og með þessum tíma þegar að þessi hann ber 3 nöfn en oftast kallaður Muhammad Ali, að hann sá sem að í raun og veru nokks konar síðasti höfðinginn yfir þessu stórveldi. Hér sérðu ætt hans í kringum hann í Egyptalandi og hér hann á fundi við evrópsku ráðamennina og árið 1839, það bara 1 ár eftir af hans stórveldi. Og hann segir sjálfur, ég geri mig fulla grein fyrir því að Ottóman stórveldið með degi hverjum að hruni komið, en á rústum þess mun ég reisa risaveldi allt frá Efrat til Tígris. Þannig að hann ætlaði sér að lækna þetta deyjandi heimsveldi í eigin mætti og eigin styrk, en það fór á annan veg. Og sagnfræðingar vilja meina að upplausn á stórveldi Ottómanna byrjaði með þessari rússnesku tyrknesku styrjöld 1787–92, en spádómurinn sagði að þetta myndi þó lifa til 11. ágúst 1840 sem það og gerði. Og í Ameríku, áður en að þessi spádómur rættist, þá steig fram maður, Joshua Litch,
og sagði 2 árum áður að ég handviss það að ottómanska heimsveldið mun fá sitt banasár og vera að því komið að líðindi lok árið 1840. Og nokkrum dögum áður en að spádómurinn rættist þá sagði hann ég er viss að þetta verður 11. ágúst. Það var búinn að reikna það út. Og það voru gríðarlega margir í Ameríku sem að treystu Biblíunni þegar þessi spádómur rættist. Og í júlí 1840 þá urðu Stóra-Bretland, Rússland, Austurríki og Prússar sammála það að stöðva útþenslu þessa ottómanska stórveldis sem var núna undir stjórn Ali. Og Rifat Bey, hann kemur einmitt 11. ágúst til Alexandríu í Egyptalandi og Muhammad Ali, hann veit til hvers hann kominn. Þess vegna flýr hann og felur sig. Og Bey nær ekki í hann fyrir 17. ágúst. En við það að stíga á land og segja 4 stórveldi segja hinga og ekki lengra. Þá segir Ali, ég skal skila öllu því landi sem að bjúgsverðið hefur skaffað mér, en öðru skila ég ekki. En eftir það verður hann leppur stórveldana og það verður í raun og veru þetta svokallaða ottómanska stórveldi alveg fram til 1922. Sem sagt 541 ár pluss 1299 og það færir okkur til ársins 1840 og 15 dagar fara með okkur til 11. ágúst. Hér Ali með stóran flota og þessi Rafat Bey, hann stígur á land með sinn flota 11. ágúst. Og hér það Rússakeisari Nikolai I sem segir stjórn mín hefur 2 skoðanir á Tyrklandi, það að segja ottómanska heimsveldinu. Önnur svo að það sé deyjandi sem var í raun og veru réttari útgáfa, en hinn svo að það sé þegar dautt. En banasárið fékk heimsveldið 11. ágúst 1840. Og hér moska reist til minningar þennan Muhammad Ali og hér kista hans og hér það að hinn svokallaði síðasti soldán ottómanna segir af sér og yfirgefur landið. En frá 1840 og til 1922 ottómanska stórveldi deyjandi og 1923 verður Tyrkland til eins og við þekkjum það í dag. Já, bara til gamans. Hér umsátur ottómanna Vín. Hér sjáum við borgina og fyrsta umsátur var 1629 og svo það seinna 1683. Og það vildist þannig til að þegar þeir komið þarna 1683 að þá heyrðu bakarar nóttina einhvern skruðning við múrana og þá voru ottómanarnir að grafa sér leið undir múrana og inn í borgina til þess að taka hana. En bakararnir þeir sögðu frá og herinn brást skjótt við þannig að ottómanarnir réðu ekki við þetta. Og þá bökuðu bakararnir þetta hérna. Hvað kallar þetta? Ok, af hverju skildi þetta líta svona út? Jú, vegna þess að hálfmáninn var skjaldamerki ottómanna og múslimana og Tyrkjana. Þannig að þegar þú kaupir svona morgunverð næst, þá manst eftir því að það voru bakararnir í Vín sem vöruðu sína hermenn við því að ottómanarnir væru á leiðinni undir múrana og inn í borgina, en þeir gátu það ekki af því að við vorum vakandi. Mér svolítið gaman svona. Það hefði verið gaman að eiga með okkur tíma fall Sovétríkjanna, en það ekki á dagskrá.
En ef þið gefist ekki upp á leiðinni að þá gæti það orðið 9. fyrirlesturinn. En hér er það að Páll Pái annar fær allan heiðurinn fyrir það að Sovétríkin liðu undir lok. Það gerðist ekki bara svona. Áróðurinn byrjaði 1982. Berlínarmúrinn fellur 1989 og Sovétríkin 1991. Þannig að það tók hér bil áratug að vinna að falli Sovétríkjanna. Og það var gert með alls konar áróðsvélum sem er búið að skrifa alveg tonn Þannig að það fer ekkert á milli mála að hann fær heiðurinn, aðalheiðurinn. Og þetta er sagt fyrir í Daniel 11. kafla. Að þetta myndi gerast. Ekki, dagsetningin er ekki það, en atburðurinn er þarna. Og ef við höfum tíma til þess að þá munum við kíkja á þetta sem kannski 9. fyrirlesturinn, en við sjáum bara til. Næst ætlum við að kíkja á hvað Biblían hefur að segja hver Jesús sé í raun og veru. Og það er náttúrulega gríðarlega skemmtilegt efni. Því að Jesús Kristur, hvað sem menn vilja segja hann, er einn fegusti persónleiki sem að þessi heimur nokkuð tíman hefur kynnst. Og þetta þýska stórskáld Goethe, sem er frægar en flest önnur stórskáld, hann segir að sá kærleikur og það siðferði og sá yndisleiki sem að birtist á blöðum Guðspjallana Jesúm Krist, það sé ekki til neitt fegurra í neinni skáldsögu sem nokkuð tíman hefur verið skrifuð á okkur mönnunum. Og ég held að við munum sannreyna það ef þú máttur að því að koma eftir viku og hittast hér. En ég þakka ykkur fyrir í kvöld og Guð veri með ykkur. Ég held að sé smá hressing hérna.